Nú ætlum að tala hið stóra samhengi hlutana. Við ætlum að tala gríðarlegar byltingar sem eru að verða í tækni, gervigreind sem hefur áhrif á, mun hafa áhrif á vinnumarkað, atvinnulíf, líf okkar allra á það hvernig við notum upplýsingar, hvernig upplýsingum miðlað til okkar. Þetta eitt af stórum málum samtímans. Hérna hjá mér Ingvi Björnsson, prófessor í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík, velkominn í þáttinn. Sko það talað að fjórðu innbyltinguna og milljónir starfa sem að getu tapast og að þessi tími vélmenna gervigreindar sé að renna upp kannski miklu hraðar en okkur orðaði fyrir. Já, það viðbúið á svona næstu 2 áratugum og svo verði mjög svona stórtækar breytingar í hvernig við lifum og störfum og þetta tilkomið meðal annars út af framförum í gervigreind. Það sem sagt hæfni tölva og vélmenna til að vinna störf sem við mennir höfum hingað til verið að vinna. Og kannski það sem aðeins, nú hefur náttúrulega tæknin verið í stöðugri þróun, sko, árhundruð saman og það sem fólk kannski aðeins óttast núna og kannski aðeins frábrugðið fyrir innbyltingum, að það hraði og umfang breytinganna. Heimurinn sem við lifum í dag orðinn svo stafrænn og vel tengdur að það tekur miklu skemmri tíma fyrir svona nýja tæknibyltingar að ná fótfestu. Og það þýðir að getur orðið sko gífurleg röskun og þetta skeður allt svo hratt. Og til dæmis voru þessi vísindamenn við Oxford háskóla í Bretlandi voru nýlega að senda frá sér skýrslu þess að voru að reyna að meta umfang til þessar breytingar. Og þeirra mati á næstu 2 áratugum munu tæplega helmingur, 47% starfa eða þeirra starfsgreina sem nú í Bandaríkjunum munu vera sjálfvirknivæðast og í Bretlandi 35%. 47%? Það ekki verið að tala störf, heldur starfsgreinar. Og bara til að gefa smá svona tilfinningu fyrir umfanginu og hraðunum, við erum að tala 2 áratugi sem þetta og ef þessi spá gengur eftir þá náttúrulega ljóst að það muni mörg hefðbundin störf tapast en á sama skapi náttúrulega verða til ný störf og spurningin þá hvort okkur tekst að skapa störf jafn hratt og endurmynda fólk svo í þau störf og í öllu falli, hvernig sem það þá ljóst að verði mikil röskun. Hvaða störf erum við að tala um? Það við heyrt talað alls konar hluti, endurskoðendur og millistjórnendur og jafnvel lækna og svo náttúrulega þessi störf eins og bílstjórar og fleira. Hvað erum við að tala um? Og þetta kannski aftur aðeins sem svolítið frábrugðið fyrir innbyltingum, það sem voru fyrst og fremst framleiðslustörf sem voru undir. Þess að þú varst við verksmiði í færibandi og varst að gera eitthvað og svo kom bara eitthvað svona í róbot og var að gera þetta. Hér erum við að tala um að það líka þekkingarstörfin sem undir og þetta getur verið störf, ekkert endilega láglaunastörf, þetta getur vel mjög sérhæfð störf og raunverulega það sem ræður því núna, hversu auðvelt verður fyrir gervigreindina að taka yfir eitthvað starf, hefur svolítið að gera hversu mikið rútína starfið Þannig að störf sem eru til dæmis krefjast þess að þú þurft að gera mikið sömu hluti þó að þessi mikið sérþekking sem liggur á bakvið að bara tæknin í mörgum sviðum er komin að það stig að tölvunar að verða jafn góður og færustu sérfræðingur á ákveðnum sviðum. Þannig að það eru svona ákveðin störf sem eins og endurskoðendur sem fellur inn í þetta, fólk sem að vinna með jafnvel millistjórnendur, þar sem verið að vinna mikið við tölur og passa að hluti stemmi. Og svo aftur annars vegar störf sem eru svona kannski meir ónæm fyrir þessu og það þá verið að tala um þetta störf þar sem mikið mannleg samskipti og það mikil yfirsýn, umönnunarstörf og þess áttar. En það sem frábrugðið að þetta fer eiginlega á allan skalan á störfum sem liggja undir. En það hægt í þessu öllu að vinnuaflið tapi dálítið mikið stöðu sinni, þeirri stöðu sem vinnuaflið hefur haft og þá bara spurningin, tekst að finna ný störf fyrir fólk sem að missi störfin sem eru jafn góð og ef ekki, hvað á fólk þá að gera? Þetta einmitt stóru spurningarnar og mér langar svona kannski að taka fram, það verið að tala um þetta voru mikið í svona einhvern hræðslu áróðri oft, hræðslu tón, en það í raun lífsnauðsynlegt fyrir okkur ef við viljum halda þessari lífsgæðum sem við höfum í dag að það verði mikil framleiðslu aukning. Það var einhver nágrannaþjóðin okkar, ég held að það hafi verið Noregur og var að reikna það út að ef ekkert myndi breytast og fólk náttúrulega að halda áfram eldast en ef tækni myndi ekkert breytast þá var hvert einasta starf fyrir lok þessar aldar væri þörf af því starfi tengda umönnun aldraðra. Þannig að það ekki sjálfbært þannig að við þurfum
sjálfvirknivæðingu, við þurfum framleiðsluaukningu. Þannig að við höfum að horfa á þetta er hluti af þessu góða, en það eru tækifæri, en við þurfum að passa upp á þessu hluti sem þú nefndir. Það verður mikið röskun sem fylgir þessu og við þurfum að passa upp á það að þeir sem verða koma illa út úr því, það verður uppstokkun og sko framleiðnisaukningin með verða, við munum skapa fleiri verðmæti heldur en við höfum verið að gera hingað til. Og það verður til meiri verðmætasköpun, en við þurfum að tryggja einhvern veginn að þessi verðmæti sem verður til, að þeim sé svolítið jafnt skipt. Og það hefur einmitt verið bent á það að sjálfvirknivæðingin og það sem að færa svolítið valdi frá vinnuaflinu yfir til fjármagnsins sem er þar til þess að setja upp róbótana og allt það, sko. Já, þeir sem eiga það, sem er fjármagn, það er vel að segja, það er vinnuafl og fjármagn sem er þessi burðar stólpar sem hafa verið svolítið svona að berjast á í gegnum árhundrunin og nú er verið að færa svolítið valdi þangað og þar er svolítið hlutverk ríkisins að koma inn í og þetta er nefnilega stóra pólitíska vandamál, hvernig bregðast við þessum þjóðfélagsbreyting sem viðbúið að fylgi svona tækniframförum. Kannski þannig að þínir ríku verði ekki bara ríkari. Já, akkurat. Og það er nefnilega það sem er hættan í þessu, að auðurinn í meira mæli jafnvel en í dag samnist á færri manna hendur. Sko, nú hafa til dæmis Elon Musk, sem er nú svona tæknigúrú, Tesla maðurinn, hann segir að gervigreindin muni neyða okkur til að taka upp borgaralaun. Já, og meira að segja Obama, sem undir lok sinni forsetatíð, þá haft eftir honum að næstu 10-15 árum þetta orðið mjög mikið í umræðinni að borgaralaun og þá sem sagt hugmyndin að það er ekki nóg störf fyrir alla og þannig að þá þarf ríkið að tryggja lífsviðurværi á fólksveikurshátt. Og mér finnst það svolítið út af því að nú þetta að fara að tala það hefur verið að tala þetta meira sig hér á landi og það er svolítið verið að svona lítið hornauga þessar umræðu, en þetta er mjög þörf umræða sem á sér fullkomlega rétt á sér. Og það er spurning þá hvernig fjármagnum við þetta og núna til þess að segja vinnustörf kom til að takast, við erum með ríkið með tekjumódel sem byggir mikið af tekjuskatti, fækka vinnustundum, það verður til róbótar sem leysa af mannshöndina, eða skattleggja róbótarna, og Bill Gates og fleiri hafa stungið upp á því til dæmis. Það hefur þið lagðið bara skattur á róbótarna? Já, bara hverja vinnustund á róbót, svipað og hjá fólki, Já, en það er náttúrulega ýmis vandkvæði sem eru fólkin því, út af því að það er ekki endilega alltaf þetta séu sýnilegi róbótar, við erum með hugbúnað sem keyrir bak við tjöldin og þetta er kannski ýmsir svona tæknilega atriði sem fylgja þessu. Í Tvinnar, þeir eru byrjað að prófa að sjá fram með borgaralaun. Þeir völdu 2000 manns að handahófi sem voru tilbúin að fara borgaralaun og eru bara að gera pröfu á því hvort að þetta mynstur er hluta ykkur á framtíðarlaust, hvernig við bregðumst við. Sko, svo aðrir hlutir reyndar sem við talaðum í varðandi gervigreindina og það er kannski, þar eru við komin meira út í svona framtíðarsögur en menn hafa talað þetta og Musk til dæmis, hættun á gervigreind, hvernig við, og Stephen Hawking hefur talað þetta líka, að okkur geti beinir stafið hætta af gervigreindin ef hún fer að verða, klárari en mennirnir og fer að öðlast einhvern konar sjálfsvitund. Já, sko, svona til skemmri tíma litið, þá er ég kannski að tala um áratuga, hefur kannski litlar áhyggjur af þessu. Til lengri tíma litið held ég að það sé alveg klárt að gervigreindin gæti orðið klárari en við mannfólki. Við erum þegar búin að leysa það kemur að líkinlega atgervi, þá vinna vélarnar og við erum alltaf að vinna núna fleiri sviðum þegar kemur af svona hugrænu atgervi, þannig að sko þeir verða klárari en ég held að við þurfum ekki að ágjöra því að svona þessi bíómynda upplifun þar sem þeir eru að taka yfir heiminn og eyða mannkyninu. Ég held að það sé algjörlega óþarfa að hafa áhyggjur af því. Hins vegar það sem eins og Stephen Hawking þú nefndir og aðrir, það sem þeir hafa svolítið verið að benda á er að nú er farið að auka sjálfvirkni mjög mikið í stríðsrekstri og að það sé meira sjálfvirkni vætt þar, að það er svona lækka þröskuldin hjá þjóðum að fara í stríð. Og þegar við töksum bara hvernig stríð hafi verið rekin, að þá hefur fólk farið með hálendar hugmyndir út í stríð, þau hafa dreifst á langinn, þá er mikið mannfall heima fyrir, margir eigum sárt að binda, það verður til þrýstingur heima fyrir að stoppa stríðsreksturinn. En nú er þannig ekki sama skapi, út af því að það eru vélar sem eru að kannski, það er ekki mannfall heima fyrir að sama skapi. Og það er það sem er stórhættulegt og meira segja hefur Bandaríki svolítið verið að breyta sinni stefnu. Það var alltaf þannig að það var talað um mann
in the loop, það var alltaf manneskja sem tók ákvörðun hvort það ætti að drepa, en nú farið að tala man on the loop, sko. Maðurinn farin að hægja fyrir ákvörðunartökunni, en að staðinn fyrir að vera hlutafinn þá fylgist hann meira með. Já, þetta svolítið hræðileg framtíðarsýn. Þetta það sem svolítið, og aftur, stóru pólitísku málin, þetta það sem við þurfum að takast á við. Sko það er svo margt heillandi í þessu og líka ókvæðanlegt og það kannski þriðja atriði sem ég ætla að nefna við í þessu viðtali. Það er upplýsingaáróðurinn og gervigreindin, hvernig við farið að nota hana í pólitískum áróðri og til þess að ná fólki svona á einstaklingsbasis og nú mikið talað sko, fyrirtæki sem heitir Cambridge Analytica sem var notað í sem Trump á að hafa notað og sem notar gríðarlegt magla upplýsingum til þess einhvern veginn að sirka út skoðanir fólks og reyfa við því og ræra í því og svona. Já, þetta mjög góð áminning að þetta engin framtíðarpæling sem við erum að tala þetta í ský í dag og eftir forsetakosningarnar núna í Bandaríkjunum þá hefur aðeins verið að fara yfir þetta og skoða þá tækni sem svona notu við að hafa áhrif á skoðanir fólks. Og það bara sérfræðingum á óvart hversu kerfisbundið og stórtækt verið að gera þetta. Og þetta fyrirtæki sem nefndir, hann tengdur til eitthvað Steve Bannon sem núna eina ráðgjafi Trump. Og þeir sem sagt fengu 100.000 mann til að taka svona persónuleikapróf á netinu og jafnframt höfðu aðganga þeirra hegðun á netinu jafnframt í og þau byggu til líkan sem spáir til persónuleika fólks og það eru komnar svona ýmsar vísindagreinar sem að sýna það að jafnvel bara með 100 klikkum á samfélagsmiðlum að þá hægt að persónugreina þig og tölvan þekkir þig betur heldur en jafnvel þínir nánustu. Og þeir notuðu þetta líkan til að reyna að spá fyrir bæði persónuleika og skoðanir nánast allra Bandaríkjamanna og þeir voru búin að kortleggja Bandaríkin niður í lítil 5 mílna radíussvæði og þú verður að vera að keyra á hverjum degi kannski 40-50.000 mismunandi útgáfur af skilaboðum eftir hvað fólk vildi heyra og hvað þú taldi líklegt til að hafa árangur á þetta. Þannig og sama þeir voru líka komið að þennan útgöngu Breta úr Brexit, þeir voru líka bak við það og nú eru sögursæknir að vera að halda til Frakklands. Þannig verið að nota þetta í pólitískum tilgangi og það svolítið einkennilegt að fyrir 10 árum síðan vorum við að tala hvað samfélagsmiðlar að gefa lýðræðinu rödd, hljómgrunn, eins og arabíska vorið, fólk sem bjó í þjóðfélögum, í löndum þar sem mikið ritskoðun, það var ekki frálsir fjölmiðlar, þeir fengu rödd og þetta hjálpaði lýðræðinu. Nú erum við eiginlega komin áratug síðar bara á hinn pólinn þar sem þetta verulega ógn lýðræðinu stendur af þessum samfélagsmiðlum. Af samfélagsmiðlum. Hvað getum við gert til að verja þessu? Ég held að þessi náttúrulega yfirleitt að hafa mjög, það þarf náttúrulega að höfða til svona þessi þýðbærisvitundar hjá þessum stóru fyrirtækjum sem hafa þessi völd og svo þarf að passa líka bara að fólk sé upplýst. Það eiginlega alltaf lykillinn að öllu svona. Hvað til dæmis samfélagsmiðlanotkun getur haft í för með sér og vera gagnrýnið, fólk þarf að vera gagnrýnið á upplýsingar sem það fær. En við erum búin að gefa frá okkur óbúslega mikið af upplýsingum okkur sjálf og eitthvað sagði að það var bara viðtal hérna á RÚV í gærhelgi þar sem að tala að tími einkalífsins væri í lið. Já. Og ungu fólki mörgu hverju alveg sama. En þetta eitthvað aftur bara dæmi það hvernig tæknin getur á skömmum tíma breytt bara samfélagsmyndinni og það við þurfum að stjórnvöld og aðrir þurfa að bregðast mjög hratt og örugglega við og það skiptir miklu máli í þessu sambandi bara að það verða opnar umræður eins og við erum að gera hér það sem verið að halda fólki upplýstu hættuna sem fylgja þessu. Það náttúrulega eins og þú segir í upphafi að við erum svo nettengd og svo tengd að byltingar sem tóku kannski mörg 100 ár í gamla daga þær gerast á nokkrum áratugum. Sem dæmi má nefna að Tesla þegar þeir ákváðu að fara yfir í sjálfkeyrandi bíla að þetta bara hugbúna uppfærsla sem verið gerð yfir nótt á bílnum hjá þér. Útkomna sjálfkeyrandi bíl. Já, það svoleiðis. Það var ánægilegt að fá þig hérna. Þarna Ingvi Björnsson, prófessor í tölvunarfræði. Við ætlum að tala aðeins menntamálin hér á eftir og veitum víst ekki af.